En þá það torfæran á Akureyri, Hótel Stefaníu torfæran. Við ætlum að halda okkur á sömu slóðum eins og í hinni torfærinu. Við ætlum að fylgjast aðalega með Gunnari Guðjónsinni Guðbergi og Árna Kópssyni. En hér hins vegar Óðinn Magnússon á Frúnni, gömlu heimasætunni. Og eins og í fyrstu keppninni þá stöðvaðist hún í fyrstu þraut. Óðinn komst af þessu fyrstu þrautina. En ekki lengra. Það fór hjá hann bæði vél og stýrisgangur. Það Helgi Sjött. Hann fór ekki rétta leið, reisti hér villisinn sinn upp á endan með þessum afleiðingum. Slapp að vísu óskaddaður úr þessu. Sem betur fer. Kemur hér illa niður á framhjólið og beygði fjaðrahengsli. En honum tókst þó að gera við og halda áfram keppni. Sjáum hvað Gunnar Guðjónsson gerir hér. Fer hann aftur fyrir sig eins og Helgi? Nei. Hann bara fer upp. Ærlega gert hjá Gunnari. 255 stig. Hann kominn hér talsvert norður fyrir hliðið sem hann á að fara í gegnum. Það hér kemur ljós hér hægra megin á skjánum. Hann fer í gegn með annan helming bílsins. Þá það Guðbergur. Honum gekk illa í Grindavík. Bíllinn var ekki í lagi hjá honum í þraut númer 2 og hér bíllinn ekki í lagi hjá honum í þraut númer 1 og hann fær aðeins 65 stig. Árni Kópsson hélt uppteknum hætti. Fór þetta með glæsbrag og fékk fullt hús. Það var þraut númer 2. Eins og sagði áðan átti Gunnar Guðjónsson í smá vandræðum með að halda bílnum í gangi. Þetta stór mínus að drepa svona bílnum og renna að auki aftur á bak. Og erfitt að leggja af stað aftur í svona brekku. Gunnar lætur það samt ekki stoppa sig. Og aftur deyr á honum. Nú að sjá hvort hann klárar þetta og fer síðustu brekkuna. Hún löng, hún laus og í henni frákast miðri. Og hann fer ekki lengra að færa 185 stig. Sjáum frákasti vel hér. Það varð Gunnari Guðmundssyni að falli. Hann rúllaði þarna niður eina veltu á hjólinn og keyrir svo í burtu eins og ekkert hefði skorist. Það var Guðbergur kominn þetta langt að þess að drepa á og fella dekk. Já, og alla leið.
Glæsilega gert hjá Guðbergi, 285 stig. Og Árni Kópsson. Guðbergur ekki ógn við Árna þarna í þessari keppni þar sem Guðbergur fékk aðeins 65 stig í fyrstu þraut. En hér lendir Árni í þessu frákasti og fer út fyrir hliðið. Fær því ekki nema 205 stig. Það ekki nóg að komast upp, það verður að fara rétta leið, eins og dómararnir hafa vakandi auga með. Og enn drepur Gunnar Guðjónsson á. Og enn tekst honum að komast að stað á alla leið án þess að hafa hraða. Guðbergur sér þetta ótrúlega nett, þetta glæsilegt, hann hefur ekkert fyrir þessu. Og ekki Árni Kópsson heldur. Árni kom með 805 stig. Var það fjórða þraut, hún var svolítið flókin, löng og talsvert að beygjum í henni. Guðbergur bakkar. 30 mínus. Fór heldur og langt hérna til vinstri og varð að hætta við, annars hefði hann oltið niður. Tekur þarna eitt dekk. Hann er á réttri leið. Missi bílinn hér aðeins mikið til vinstri og þarna vinstra megin er þverhnípt. Það var að sjá hvað Árni gerir. Útlit bílsins er skapað eftir mynd af Lotus og það verður að segjast eins og að þarna hefur tekist vel til. Þetta er einhver fallegasta grindin sem tekur þátt í torfærinu í sumar. Nú Árni Kópsson fór hins vegar ekki rétta leið, hann fór út úr brautinni tiltölulega neðarlega og það skipti ekki máli þó hann færi upp á toppinn. Hann fær aðeins 105 stig, hér er hann enn á réttri leið, tekur síðan hægri beygju, kemur hér til okkar í staðis að fara aðeins lengra til vinstri frá okkur, fer hér vitlausum megin við dekk og þar með skiptir seinni hluti brautarinnar engu máli. Árni tapaði fullt af stigum þarna og Gunnar Guðjónsson á þá möguleika á að klóra aðeins í forskot þarna. Hann fer rétta leið. Já, á alla leið. 270 stig. Fimmta þraut, mikill hliðarhalli og síðan snarbrött brún. Árni fer nú alla leið með 300, komið 1210 stig. Þetta er þraut nr. 5 og svo næst síðasta í keppninni. Sturla Jónsson.
Hann reynir, búinn að affelga, missa loftið úr vinstra framhjóli. Átti ekki möguleika. Það er kannski hægt að stoppa, en Sturla heldur ávallt áfram að reyna. Tekur hliðarhallan hér vel, lætur bílinn snúa upp í brekkuna og vinna á móti þyngdaraflinu. Hér hefur Sturla trúlega fundið fyrir því að bíllinn væri á leiðinni með velta og ætlaði að bjarga sér út úr því með því að gefa í. En við sjáum hverjar afleiðingarnar urðu. Vonandi hefur Benz grillið góða ekki skemmst í þessari veltu eins og gerði á Egilsstöðum í fyrra. Nei, það er ekki að sjá að það hefur skemmst. Og Sturla fagnar þessu á viðeigandi hátt í blúnduskyrtunni og rauða röndótta jakkanum sínum. En Gunnar Guðjónsson, hann er að fara í sömu þraut, fer það geysilega vel og alla leið meira að segja, og tímabili leit út fyrir að hann væri að missa aflið í vélinni. Hann er með 1260 stig. Það er þar með í fyrsta sæti. Hér héldu, já, nánast allir nema Gunnar að það myndi drepast á bílnum, en það var nú aldeilis ekki á því. Þá er Guðbergur. Þetta er ótrúlega létt fyrir hann þegar maður er búinn að horfa á þetta. Hann hafði ekkert fyrir þessu. Og sárt fyrir Guðberg að fara af stað í fyrstu þraut með brotinn öxul. Dýrt fyrir hann. Katara leyndi aldrei blanda sér í toppbaráttuna. Síðasta þrautin á Akureyri og Gunnar fór ekki langt, 1370 stig. Hann hefði þurft svolítið meira stigum hér. Árni Kópsson er eftir, hann veit hvað hann þarf að fara langt, svona nokkurn veginn til þess að komast upp fyrir Gunnar. Gunnar næstum búinn að velta. Og það verður pínulítil sprenging þarna í vélarhúsinu þegar hann er með vatnflötja. Guðbergur, hann hlýtur að fara upp eða hvað? Nei. En hann fær 160 stig, 165 stig. Og það er það sem Árni þarf. Hann fær 165 stig til þess að komast upp fyrir Gunnar Guðjónsson. Og við erum búin að fá að sjá það hvað Árni þarf að fara langt. Og við skulum fylgjast með Árna í síðustu þrautinni. Og þetta er með ólíkindum að heimasætan skuli fara hér upp. Hún var nánast stoppuð. En Árni hélt bara áfram og upp fóruðu bæði. Notar frákastið til þess að skutla bílnum yfir dekkin 2 sem afmarka brautina og kemst þar alveg örlítið hærra upp heldur en Guðbergur. Nær þar í eitthvað grip sem Guðbergur hafði ekki. Og upp fór hann og loka staðan Árni Kópsson í fyrsta, þá Gunnar Guðjónsson, Guðbergur og Sturla í 4. sæti. En minni munur núna heldur en áður. Yfirburðir Árna Kópssonar ekki jafn afgerandi.